Komið heil og sæl, við heilsum ykkur hérna austan. Að vanda fjölbreyttur þáttur framundan. Við förum á leiklistanámskeið á Egilsstöðum, þar sem kennd sérstök tækni við spuna. Þetta rauninni bara svona aðferð til þess að læra að vera fyndin og spila á grín. Þaðan á Seyðisfjörð, þar sem hönnunarteymi Rósambó kynnti ullardínu sína nýverið. Þegar maður byrjar að sofa á svona dínu þá mjög erfitt að snúa aftur. Og endum á Borgarfirði, þar sem heimamenn slóu upp veislu í tilefni af komu lundans. Það kom að Hólmaðan 3. apríl og svo kom 10. apríl upp í Hólma. En við hefjum leikinn hér á Djúpavogi þar sem Hammond-hátíðin haldin í 11. skipti. Hammond-orgelið rauði þráðurinn í gegnum dagskrána. Við reynum náttúrulega að hafa dagskrána mjög fjölbreytta, en Hammond-orgelið til staðar og við ætlumst til þess að það sé notað. Hammond-hátíðin á Djúpavogi var haldin síðastliðna helgi, en hún hefur fest sig í sessi meðal íbúa staðarins sem og gesta sem kom að njóta ár eftir ár. Hátíðin alltaf sett á sumardaginn 1. og því ákveðin vorboði. Segðu mér frá upphafinu. Upphafið að þessari hátíð náttúrulega merkilegt. Fyrir þær sakir að tónlistarkennarinn sem var hér á staðnum þá, Svavar Sigurðsson, sem var mikill og mikill aðdáandi Hammond-orgelsins, honum fannst lélegt að það væri engin hátíð tileinkuð þessu hljóðfæri. Langaði að gera því hátt undir höfði á einhvern hátt og úr var þessi 4 daga veisla, 4 daga tónlistarhátíð, sem náttúrulega bara klikkun í apríl út á landi að ætla til að fólk mæti bara og skemmti sig með okkur, en það hefur aldeilis gengið eftir því við erum að klára 11. hátíðina. Og þótti fólki þetta ekkert glabrað á sínum tíma? Jú, þetta þótti mjög spes, menn það hafði engin trú á honum, ef við getum orðað það. Það hafði engin trú á því að þetta væri eitthvað sem myndi geta gengið upp. En hann sýndi nú bara sannaði að þetta hægt. Allt sem þér dettur í hug, þú getur framkvæmt það ef þú hefur nógu mikinn áhuga, nógu mikinn vilja sem hann hafði, og þú þarft náttúrulega að vera passlega klikkaður líka, sem hann Flestar skærustu stjörnur þjóðarinnar hafa komið fram á hátíðinni gegnum tíðina og því var engin undantekning í ár. En meðal flytjenda voru hljónsveitin Valdimar, Stuðmenn, Agent Fresco, Sigríður Thorlacius, Prins Pólo, austfirska sveitin Murmur og nemendur úr tónskóla Djúpavogs. Þegar við segjum að það sé rugl að halda hátíð í apríl, þá það náttúrulega ekki rétt að því leyti að við búum vel að því að við erum ekki að keppa við neitt mjög margar hátíðir tónlistarmennina sem slíka. Það að segja, hljómsveitir á lausu, við fáum, það alveg saman við, það bara skiptir engum máli. Það vilja allir koma og veðrið hefur verið til friðs. Nánast alltaf. Það var einhvern tímann eldgos sem kom í veg fyrir einn komst. Svo í fyrra þurftum við að fresta sunnudagstónleikunum vegna veðurs. Ég settist líka niður bara með yfirvaldinu eftir hátíðinni fyrra og sagði þetta gengur. Ég hef greinilega verið bænheyrður fyrir þessa hátíð því að veðrið búið að vera dása. En hvernig hefur þróunin verið og hátíðin vaxið og dafnað? Hátíðin hefur náttúrulega bara vaxið og dafnað jafnt og þétt. Núna, síðustu 4 hátíðir, þá hefur bara verið uppselt á öll kvöld og alla viðburði. Þá erum við að tala á hótelinu 270 manns í sæti, hérna í kirkjunni 200 manns. Þannig að við erum að selja yfir það heila, ef við teljum stóla yfir alla hátíðina, þá þetta 11 til 1200 sæti. Þannig að það þetta býsna vel að sér vikið. En hátíðin fyrst sinn var náttúrulega smærri í sniðum hvað þetta varðaði. Það að segja, það var kannski ekki, þá vorum við að tala meira 100 til 150 manns sem það þótti voða gott eða fór í 150. Ef þú heldur vel utan þetta, þá hægt og sígandi kemur þér upp svona kjarni. Við erum svona kjarna sem kemur alltaf aftur.
alltaf á hátíðina fyrir einasta ári og þetta bara fast á dagatalinu. Við fáum gesti alveg frá Hornafirði að Vopnafirði. Meira segja var ég að tala við fólk um helgina sem kom úr Mývatnssveit. Stór hópur af fólki sem kom og var hérna alla helgina. Hafði heyrt af hátíðinni, langaði til að koma. Þannig að við getum sagt að við höfum útvíkkað svæðið svolítið núna, frá Hornafirði að Mývatnssveit, auðvitað koma svona nokkrir héðan og þaðan, að sunnan, burtfluttir koma sunnan og svo framvegis, en við setjum hátíðina á sumardaginn fyrst. Hvað segir sem það? Við erum að fagna stundum. Þetta er svona okkar bæjarhátíð, þetta er okkar stóra hátíð. Að brjóta hversdagsleikann upp með einhverju svona er nauðsynlegt. Hvort sem það er tónlist eða eitthvað annað, en þetta skiptir samfélagið náttúrulega bara gríðarlegu máli. Þetta hristir menn saman, standa allir saman að þessari hátíð og að þeim viðburðum sem henn eru tengdir og við sjáum það bara að bærinn lifnar við og fólk fer að taka til í görðunum og það er svona, menn átt að segja á því að þetta er okkar svona stærsta gestahátíð. Já, ég heiti Jóhanna Reykjelín og ég er kennari hérna á Djúpavogi, kenni í grunnskólanum. Já, ert þú búin að taka þátt í Hámandahátíðinni helgina? Alveg af fullum krafti, búið að vera rosa gaman, bæði í utan dagskráni og dagskráni sjálfri. Þannig að það er allir með svona fallega arbönd hérna þessa dagana og það taka allir fullan þátt. Hvað var í utandagskránni? Það var bara alls konar, ýmislegt við allra hæfi. Það var til dæmis sjósund með Teigarhorni en ég hætti mér nú reyndar ekki það og þar voru grillaðar pylsur og svona alls konar. En er fólk almennt að fara á flesta viðburði? Já, langflesta. Svo er þetta líka svo frábært af því að fólk getur keypt heildapassa og skipta á milli sín, þú veist, þannig að ég fer á fimmtudaginn og maðurinn minn fer á föstudaginn og svona, þú veist, þannig að það er frábært, fjölskyldumeðlimir getur svolítið deilt á milli, þannig að það er alveg ótrúlega mikill kostur, það er alveg, en við hjónin fjárfestum bara í 2 heildapössum og fórum á þetta allt. Hvaða áhrif finnst þér þetta hafa fyrir samfélagið? Mér finnst þetta bara hafa rosalega góð áhrif, þetta er svona þjappar okkur saman og það er einhvern veginn allir að skemmta sér og ótrúlega mikil gleði og svona, þetta er svona fyrir fullorðna fólki. Það er alveg dásamlegt að geta bara, börnin fara bara til ömmu og afa og frænku og frænda og það er allir svona fullorðna fólki að skemmta sér saman. Það er farið út að borða í stórum hópum og það eru fyrirpartí og þetta er bara ótrúlega skemmtilegt. Er hægt að læra að vera fyndinn eða hefur maður það einfaldlega í sér? Austfirskum áhugaleikurinn gafst nýverið tækifæri til að æfa fyndnina á námskeiði hjá Improv Ísland hópnum í Sláturhúsinu á Egilsstöðum. Leikhópurinn stendur fyrir vikulegum sýningum í Þjóðleikhúskjallaranum sem eru í raun grínsýningar sem spinnast út frá einu orði. Hver sýning er því einstök. Aðferðin sem hópurinn beitir kallast Haraldurinn og kennari á vegum hópsins kom austur nýverið til að kenna grunnatriðin. Við vinnum eftir spunaaðferðum sem við kallar longform improv eða svona langspunni og eitt af þeim formum er Haraldurinn sem hún kallar á ensku bara Harold og við kallum hann Haraldinn. Þetta er bara ákveðið kerfið sem er unnið eftir, þannig að við vitum hvenær er skipt senur, hvaða karakter er að koma fram, hvaða svona skemmtilegu elementi í gríni eru við að spila eftir. Þetta er svolítið flókið kerfi, það er varla hægt að útskýra það í stuttu viðtali en þetta er rauninni bara svona aðferð til þess að læra að vera fyndin og spila á grín. Þetta er komandi í leikhús. Hvað er það sem reynir mest á við spuna? Athygli og hlustun. Maður þarf alltaf að vera að hlusta alveg stöðugt, styðja meðleikara sinn
taka inn endalaust af upplýsingum, þannig að það er svona, við tölum oft að það sé ákveðin vöðvi í heilanum sem við erum að þjálfa, þannig að vöðvin þarf að vera alveg á fullu að vinna allan tíman, að hlusta, taka inn upplýsingar og muna allt sem er búið að tala í spunanum og nota það. Er þetta að kenna þetta? Er maður ekki bara meðfætt fyndin eða ekki? Sumir eru kannski meðfætt fyndnir, en ég held að þetta sé nú alltaf bara þjálfun. Þetta er alltaf þjálfun. Þetta er ákveðin aðferð sem getur kennt manni aðferð til þess að verða fyndin, og þetta er alveg ótrúlegt. Þetta er nefnilega algjör galdur og þetta er bara galdurinn á bakvið að vera fyndin. Í rauninni svo aðferð sem þegar við horfum á þætti í sjónvarpinu eða bíómyndir sem eru svona grín og komedía, þá eru svona aðferðir, ef maður er farin að þekkja aðferðina, þá getur maður farið að sjá þær skína í gegn. Ég byrja ekki dæmi svona einfalda grínstef sem við erum að nota eða að kenna. Endurtekningar, skrítin hegðun og svo að útskýra þessa skrítnu hegðun sem maður hefur. Við finnum alltaf eitthvað óvenjulegt í senunni, en síðan förum við aftur í svona það sem við köllum base reality, við hvílum aðeins þetta grín og förum að bara vera venjulegt fólk að drekka kaffi eða spjallum daginn og veginn, og svo förum við aftur endurtökum aftur grínið sem við vorum með, minnstur, það er rosalega fyndið. Ég trúi ekki. Langspunnaformið kom frá New York til Íslands fyrir 2 árum og hefur á stuttum tíma aflað sér mikilla vinsælda. Við hittum fyrir 2 ánægða nemendur sem sögðu okkur spuni snýrst einkum reglur og samvinnu. Það snýst samvinnu og hafa gaman. Já. Og hlæja og skemmt sér. Og hjálpa hinum spunaleikaranum. Þetta er meira, við erum alltaf að hjálpa hvort öðru. Hafið þið hlegið? Er búið að vera gaman í dag? Já, það er búið að vera mjög gaman í dag. Það er ekki ljóst fyrir því að það séu haspurinn í maganum eftir þetta. Þau segja að námskeiðið eigi eftir nýtast þeim vel leiklistastarfinu heima í héraði. Þetta er íþróttaskólandi helling, starfandi í leikfélagi og með unglingum og börnum alla daga. Þá hjálpar þetta helling í sambandi við það. Og þegar maður setur leiksýningar og annað, það getur bara alltaf að vera æfingar, þetta hjálpar helling bara svona, í kringum leikstarfsemina. Af hverju ákveðið að fara á þetta námskeið? Vegna þess að við vissum að það væri spennandi og væri skemmtilegt. Þetta væri spuna og það er eitthvað sem við þurfum virkilega að þjálfa okkur í og læra meira um. Og víkka náttúrulega. Sjóndeildarhringinn. Nákvæmlega. Víkka sjóndeildarhringinn, það þarf að setja með mér. Víkka, þú veit ekki eina æfingunum saman. Er þetta ekki bara vitleysisgangur? Já og nei. Þetta er skipulagður vitleysisgangur. Já. Og er alveg fínt að eiga í bakgrundina þegar maður er síðan, þetta er náttúrulega efli sjálfstraust að geta komið svona fram aftur og aftur með einhverju vitleysu. Við erum stödd í vinnustofu starfsmanna í Rochambeau hér á Seyðisfirði og við ætlum að fara að kíkja á þeirra nýjasta verkefni sem er þessi dýna hér sem heitir Ró og er unnin úr íslenskri ull. Hanna Kristín Sigurkarlsdóttir, Litti Nýström og Þórunn Eymundadóttir sem skipa hönnunarteymið Rochambeau á Seyðisfirði kynntu dýnu úr íslenskri ull á nýliðnum hönnunarmars. Dýnan er fyllt með mislitri ull sem annars er lítið notuð. Stelpurnar hafa unnið saman frá árinu 2012 og er verkefnalistinn afar fjölbreyttur en öll tengjast verkefnin þó menningu og hönnun og því að skoða hvaða tækifæri liggja ónýtt í kringum okkur. Dýnan er nýjasta og jafnan stærsta verkefni þeirra til þessa. Þetta er búið að vera alveg í 3 ár í þróun. Þetta er náttúrulega mjög, við erum allar í einhverjum öðrum vinnum þannig að við höfum svona þurft að gera þetta til hliðar og sækjum styrki og fjármagna þetta sjálfar, þannig að þetta hefur tekið langan tíma og svo ákveðum við núna fyrir hönnunarmars að við yrðum að fara að kýla á þetta, þannig að þetta er, loksins komið á koppinn. Stelpurnar annast framleiðsluna sjálfar á verkstæði sínu á Seyðisfirði. Það er nota íslensku ullina í fyllingu en áklæðið er 100% ullaráklæði frá danska fyrirtækinu Kvadrat. En hvernig hafa viðbrögðin verið? Fólk er mjög áhugasamt og
Þetta náttúrulega vara sem hefur ekki verið framleidd hér á Íslandi. Ég meina þetta vara sem til erlendis en ekki þessari mynd og hún hefur, sem sagt, það ekki verið að nýta íslensku ullina í þetta og ekki framleitt hérna á Íslandi. Þannig að þetta svona ákveðin nýjung. En það sem líka sérstæðan hjá okkur áklæðið. Því venjulega áklæðið yfir svona ullardýnum bómullar áklæði en við ákvaðum að fara alla leið og vera með ullar áklæði líka. Því að til þess að bara nýta eiginleika ullarinnar en frekar. En hvernig að sofa á ullardýnunni? Við erum allan með svona dýnu á rúmunum okkar og ég til dæmis sef á dýnu sem var notuð sem sýningareintak og ég átti mjög erfitt með að sleppa henni þannig að ég vildi fá hana strax aftur. Þegar maður byrjar að sofa á svona dýnu þá mjög erfitt að snúa aftur á venjulega dýnu. What about you? Yeah, it's the same. I sleep very bad now without it, I must say. So it seems to be comfortable. Og hún líka þess sem að því hún svo temprandi ullin, þannig að maður hefði haldið, að því hún líka svo hlý, að maður hefði haldið að mann yrði of heitt að sofa á ull, en það alls ekki þannig. Mér finnst alltaf mjög þægilegt að leggjast á dýnuna, hún svona, hefur kælandi áhrif líka, en svo hlýnar manni, ef mann kalt þá hlýnar manni fljótt líka, þannig hún hefur þessi temprandi áhrif og maður svitnar ekki á nóttunni eða verður of heitt. Hægt að fá dýnurnar í öllum hefðbundnum stærðum, en einnig hægt að sérpanta aðrar stærðir. Á teikniborðinu líka barnadýnur, en eigum við von á að sjá eitthvað fleira. Yes, definitely. I think this is for us the first product of several that goes within the same philosophy of material and the pureness of sleeping on wool, that you don't lie with your face and breathe a lot of toxic chemicals and things like that. Næsta skref núna náttúrulega aðalega að koma dýnunni í sölu, kynna hana, halda áfram að kynna hana og við ætlum að reyna að komast erlendis með hana. Síðan bara höldum við áfram með fleiri verkefni. Það ýmislegt í bígerð, við kannski getum ekki beint rætt það alveg núna en okkur langar að gera fleiri vörur sem tengjast svona dýnunni, mögulega rúmföt eða púða, þannig hluti. Stand og tröll, ég komin heim. Margra ætliða. Borgfirðingar segja að lundin komi upp í Hafnarhólmana kvöldi 7. apríl ár hvert klukkan 8:30. Fylgst náð með fuglinum því heimamönnum finnst hann ekki bara fallegur, heldur að skiptir hann máli fyrir atvinnulíf staðarins. Magnús Þorsteinsson, bóndi í Höfn, hefur öðrum fremur fylgst með lundanum og árum saman haldið skrá yfir komutíma hans. Hann kemur fyrst að hólmanum, tínist að hólmanum og án þess að koma upp. Það kannski koma 3-4 lundar fyrsta kvöldið, svo nokkur tugir, svo nokkur 100 og þeir eru búin að vera hér utan við hólman nokkra daga, kannski upp undir viku. Þá fer hann að tínast upp í hólma á kvöldin. Bara sent, 8-9 á kvöldin og stoppar bara réttan til sér svona til að byrja með. Svo verður hann alltaf að sitja lengur og rólegur og koma fyrr á daginn og svona senast í apríl þá var hann fann að koma alveg á matnana eða byrja hádegi og halda til hérna alveg frá í myrkur. Hvaða dag kom lundin núna í vor? Það kom að hólmanum 3. apríl. Og svo kom 10. apríl upp í Hólma. Og það áþekkt á síðustu ári eða? Það svona svipað á. Heldur við fyrramót. Þetta fer eftir tíðafari. Dálítið eftir tíðafari. Ef það leiðinda tíðafari norðaustanátt og frassi, þá dregur hann það að koma. En svo endar hann með því alveg sama hvernig tíðafarið að hann kemur upp. Þó þessi snjór, þá setur hann bara snjónum. Ég í góðri aðstöðu því að ég sé hann út sem
Ég hef búin að horfa á hann í 75 ár út eldhúsgluggann. Magnús hefur haft frumkvæði að því að byggja upp aðstöðu í Hafnarhólmanum til að hægt sé að fylgjast þar með lundanum. Í þessum varphólma hérna, Hafnarhólma, talsvert fuglalíf. Aðalfuglarnir eru nú æðarfugl, það er talsvert æðarvarp. Og svo lundi, býsna mikið að lunda. Og það var náttúrulega aðstilin frá landi, eðlimáls samkvæmt, þetta er hólmi. En svo byrjaði Hafnargerð hérna 1973. Og það fór hlutlega að koma svona stöku túristar, aðalega hérna Íslendingar, heimamenn sem hefur gaman að fylgjast með þessari Hafnargerð. En ég tók eftir því að þeir höfðu meiri áhuga á því að skoða lundan hérna upp í hólmanum heldur en höfnina og botana. Og sérstaklega útlendingar voru á ferðinu sem var nú ekki mjög algengt í þann tíð. Þeir voru mjög uppteknir af því að skoða lundan sem þeir sáu hérna upp í hólmanum. Þá fór ég að hugleiða það að athuga hvort það var ekki hægt að bæta svona aðstöðuna, aðgengið að hólmanum fyrir það sem vildi skoða lundan. Og fór að vera með bátaleggingur og það setja hér tröppur og stiga og pall, þar sem að krossöðin eða hólminn er hæstur, það er 20 metra hæð. Og fórum þetta til Hestlundar og henni leist náttúrulega vel á þetta eins og aðra sem skynsamlegt er. Og við fórum í þetta 1996. Síðan hefur lundin dregið sífellt fleiri gesti út í hólman og aðsóknin margfaldast. Því var ljóst að bæta þurfti aðstöðuna. Nú hefur verið tekið í notkun nýtt skýli þar sem hægt er að setjast niður og fylgjast með fuglinum. Og þetta stundaði ég við að smíða í flekum heima í Hlöðu í vetur og síðan tóku hrepparar við þessu, steyptu undirstöðun undir skýlið og reistuðu fyrir mig og þetta er sem sagt komið í gagni núna. Og hann þarf nú sjálfsagt einhver smá tíma til að venjast við þetta en það verðist nú vera samt að ef engin umferð er hérna þá hefðar hann sér bara alveg eins og hann er vanur. Hann er hér alveg innundir, hann er alveg hér heim við veggi á kofanum, hefur með sér farið innundir kofan. Hvað finnst lundanum ferðamenn? Er hann athyglisjúkur? Það liggur við að mér finnst það stundum athyglisjúkur. Þegar þeir koma með góðan feng í ungana, þá spranga þeir oft, ef þeir hafa frið fyrir ræningin, þá spranga þeir ofta æði stund fyrir framan hólun. Og þetta er bara svona eins og veiðimenn sem hérna er að sýna hvað þeir hérna er duglegir að veiða. Já, sína fengin. Borgfirðingar efndu til gleði á sumardaginn fyrsta til að taka á móti lundanum og vígja nýja húsið. Þeir segja lundan vanafastan. Hann stoppi í 110 daga og fari aftur á þriðjudaginn eftir verslunarmannahelgi. Fólk kemur víða að til að skoða hann en áætlað er að 30–40.000 manns hafi lagt leið sinni upp í hólmann í fyrra. Það hefur verið giska á það að 80% af þeim útlendingum sem koma hérna komið til þess að skoða lunda. Og þess vegna þá hefur nú verið lagt svolítið upp úr þessu og aðgengið að honum hérna er nú kannski það besta í heimi, sko. Ég hef allavega ekki séð það betra annars þar. Og þetta byrjaði fyrir 1996 og fyrst byggðu stigi hérna upp í hólmann og hann hefur orðið til þess að þetta er orðið að ferðamannastað. Þetta er svona frum aðgerð til þess að búa til ferðamannastað, getum við sagt, og svo hefur bara verið að fylgja því eftir þessu frumkvæði sem þá átti sér stað. Þið haldið áfram bæta hérna við? Já, nú er komið hér viðbót og hús til þess að fyrir þá sem vilja komast í návíi til þess að ljósmynda og svo haldum við bara áfram, búum til betra aðstöðu, byggjum nýtt hús á næsta ári fyrir ferðamenn og sjómenn hérna. Það jók líka enn á gleðina að daginn bar upp á afmælisdag sveitarstjórans. Já, það eina sem vanda var að Elisabeth skildi líta við hjá okkur, sko, hún hefði upptekið í Buckingham.
Við kveðjum ykkur hérna úr Löngubúð á Djúpavogi á myndlistarsýningu Kristínar Guðjónsdóttur. Verið sæl. Máttur hugans